Já, komið sæl. Gaman að fá að vera með ykkur á þessum viðburði hérna í dag og fá að flytja erindi undir þessum titli sem er nú kannski opinn fyrir ansi marga víddir og væri hægt að fara með hann í flestar áttir sýnist mér með erindi sem eru flutt hérna í dag. En ég ætla að afmarka þetta við bara nokkuð svona jarðbundin viðfangsefni og bara nokkri liðir úr SRD2 sem ég ætla að fá að fara yfir. Eins og Tómas sagði, þá er þetta kannski ítrun á nokkrum atriðum sem hann var búinn að nefna. Þetta er atriðin sem mig langaði að fara yfir. Það eru sem sagt stefnur beitingu hluthafaréttinda sem við fáum kröfur fram að fjárfestar þurfi að setja sér. Félögin þurfa líka að setja starfskjarastefnur fram sem kannski kunnulegt en mun aðeins verða svona ólíkt því sem við þekkjum. Og svo eru þarna atriði sem snúa viðskipti við tengda aðila í skráðum félögum sem snýr líklega aðalega félögunum en það er algjörlega háð innleiðingunni á þessum ákvæðum hvort að fjárfestarnir fá hreinlega bara stórt hlutverk í þessum verkefnum. Við erum ekki búin að sjá innleiðingarlögin fyrir þetta direktíf og það er svo sem gert ráð fyrir því að það komi fram á þinginu sem hefst í næstu viku samkvæmt þingmálaskrá, ef við sjáum til. Það verður ekki alltaf gengið eftir sem á blessaðri þingmálaskráni. Bara til einföldunar þá ætla ég bara að tala fjárfesta og félög svona eins og ég get. En direktífið þetta flokkar þessa aðila eins og hefur komið fram. Ég held að þjóni engu fyrir þessa umræðu hér í dag að fara í þá flokkun. Og kannski bara frekar en að gera fyrirvara, af því að ég er alltaf illa við fyrirvara þó ég sé lögmaður. Þá kannski bara varnaðarorð til ykkar frekar. Ef ég skildi nú hrapa einhverjum ályktunum eða jafnvel hafa einhverjar skoðanir, þá skulle ég ekki endilega reyna að tengja þær við LSR sem er minn góðu atvinnuveitandi. Þetta eru bara mínar skoðanir og ég held þetta að taka frekar þannig heldur en að treysta á þær allavega í seinni samtölum. Gott og vel. Þetta er markmiðið með SRD2 og kannski ekkert margt sem kemur þarna óvart. Direktíf sem stuðlar að góðum stjórnarháttum. Það hlýtur að kalla það að við leiðum allavega hugan að því hvað góðir stjórnarhættir eru bara yfirleitt. Það eru þetta rofsalega mikið af hlutlægum leiðbeiningum sem liggja bara frammi og við getum farið eftir. En ég ætla að halda því fram og segja að góðir stjórnarhættir eru bara bein afleiðing af einhverju samtali. Það verður hreinlega eiga sér stað samtal til þess að það verði einhver þróun á þessu markaði og það er auðvitað hægt að gera hlutina rétt á þess að vera að gera réttu hlutina. Þannig ég held að þetta samtal sé algjört lykilatriði þarna. Það er líka að tala þessa betri mætingu. Ég held að það snert okkur mjög lítið hérna á Íslandi, kannski frekar fyrir útlendinga hvað varðar íslenska markaðinn. Og svo þetta með að auka þátttöku stofnunarfjárfesta og eignastýringaraðila. Þarna á að í raun og veru ýta þessum aðilum fjárfestunum frá því að horfa til skamstíma og þrýstaði mig við því yfir í að hugsa til millilangs og langstíma í sinni nálgun. Og fjöllum aðeins nánar en það hérna eftir. Fyrsta atriði sem ég ætla að fjalla er sem sagt stefnur hluthafaréttindi. Og SRD setur þessar skyldur á fjárfestana að setja fram einhvers konar þátttökustefnu og birta síðan skýrslu framkvæmd á henni á ársgrundvelli og skýra annars hvers vegna hafa valið að gera það ekki. Þetta hljómar eins og aðilarnir hafi val. Ég held að mjög fáir aðilar munu velja þessa leið að skýra hvers vegna hafa valið að fara ekki þá leið að búa til stefnu og fylgja eftir með skýrslu. Þó að séu þetta opið fyrir það, sérstaklega fyrir kannski sérhæfðari eignastýringaraðila sem hafa einhver svona vel afmörkuð og kannski bara mjög áhugaverð umboð. Ég held að munum ekki sjá mikið af því að menn reyni að skýra. Þátttökustefnan er bara svona shareholder engagement policy eins og við þekkjum. Hún þarf að innihalda býsna mörg atriði. Það er þarna gerð krafa að komi fram hvernig þessi stefna stuðlar að ávöxtun eignasafns til millilangs og langstíma. Og það þarf að taka fram í stefnunni líka hvernig atkvæðum er beitt og hvernig samstarf við aðra haghafa hvernig því háttað og líka hvernig við
högun samskiptum við viðeigandi aðila innan útgefandana. Það þarf að tiltaka ansi mörg atriði í svona stefnu og þetta eru þættirnir sem að þarf að taka til, eða taka tillit til kannski öllu heldur í stefnunni. Þetta er ekkit framandi atriði eins og við sjáið og örugglega engin atriði þarna sem að koma óvart. En það sem kannski kemur síðan á óvart þegar til á að taka, að það er bara ansi mikil áskorun að gera svona stefnu þannig að hún segi eitthvað. Hún þarf að taka á flóknu samspili margra þátta sem eru bæði almennir og sértækir og snúa það bæði inn og út á við fyrir þessa fjárfesta og þarf að taka eðli þeirra líka inn í jöfnuna. Það virðist vera að þegar svona stefnur eru skrifaðar þá endi þær allavega ansi ofta á því að verða halleluja og allt fyrir alla. En það er erfitt að átta sig á því þegar maður les þær hvað er átt við. Það er bara mjög erfitt held ég í sumum tilfellum fyrir lesandan að bara skilja nákvæmlega hvað er verið að segja. En þetta er yfirleitt fallegi textar, það er nú huggun. Ég held að við munum sjá nákvæmari texta þegar við innleiðum SFD2 í fjárfestum hérna á þessu landi. Og ég vona það. En það sem að kannski hjálpar okkur ennþá meira er þessi skýrsla framkvæmd stefnuna sem þarf að birta þá líka árlega. Og það er engin flókin atriði þarna á þessum matseðli. Það þarf bara að fjalla það hvernig er verið að beita stefnunni, lýsa þýðingamestu atkvæðagreiðslunum og fjalla það hvernig atkvæði hafi verið greitt. Við sjáum það auðvitað hjá mjög mörgum aðilum núna. Og svo er reyndar þarna þarf maður að gera grein fyrir hvernig þjónusta þriðja aðila er nýtt. Verður örugglega ekki mjög fyrirferðarmikið á þessum skýrslum hjá íslensku aðilunum en gæti þó alveg orðið eitthvað. Gott og vel, þetta er ekki flókið en þetta mun örugglega hafa einhver áhrif. Það sem mér finnst áhugavert í þessu er að það eru flestir stofnanafjárfestingar og eignastýringaraðilar með bæði stefnur og skýrslur núna og það birta langflestir niðurstöður atkvæðagreiðslunnar en þær segja kannski ekkert rosalega mikið einar og sér þessar stefnur og skýrslur nema einhver rökstuðningur fylgir með og ég hugsa að við munum sjá meira af rökstuðningi í þessum nýju skýrslum. Það verður örugglega miklu hjálplegra fyrir markaðinn og fjárfestana en ekki síður útgefendurna að átta sig á því hvað er átt við þegar rökstuðningurinn fylgir með til dæmis þessum mikilvægustu eða stærstu atkvæðagreiðslum. Ég held að þetta muni hafa einhver áhrif. Það sem er gott við þetta er að við fáum fram þessa skyldu til að leggja fram upplýsingar og stefnur. En það er líklegast þannig að ef skýrslurnar frá fjárfestum muni áfram samanstanda af setningum sem að skilja þannig að sé margt í mörgu og mörgu að hyggja, að þá sennilega þróast markaðurinn allan ekkert mikið af þessu. Þannig ég held að þetta samtal þurfi að eiga sér stað milli útgefenda og fjárfesta. Og fjárfestur þurfa líklega að leggja sig bara töluvert fram við að ýta þarna áfram upplýsingum og meiningum, frekar heldur en að liggja á þeim. Næsta atriði sem ég langar að tala eru starfskjarastefnurnar. Þetta er bara mjög kunnulegt. Við erum auðvitað með kröfu að starfskjarastefnur séu birtar núna. En með SFD2 þá þurfa félög að setja sér bindandi starfskjarastefnu varðandi stjórnendur. Og stjórnendur eru bara það sem við myndum helst hugsa og er skilgreint út frá kunnulegu viðmiðum bara í reglum reikningsskil. Þetta eru stjórn, framkvæmdastjórn, forstjóri og aðrir stjórnendur í sambærilegri stöðu. En innleiðingin á ákveðna tilskipunina þarf að tryggja að atkvæðagreiðsla starfskjarastefnu sé bindandi og að félög greiði stjórnendum bara laun í samræmi við stefnuna. Það verður bara heimilt eða aðeins heimilt að víkja frá þessum stefnum ef það er nauðsynlegt vegna langtíma hagsmuna félags, vegna sjálfbærni félagsins í heild eða til að tryggja rekstrarhæfi. Þannig við sjáum töluverða breytingu í þessari nálgun líklega. Starfskjarastefna þarf síðan að styðja við eða stuðla að viðskiptaáætlun félagsins, styðja við langtíma hagsmuni og sjálfbærni og það þarf að taka það fram með skýringum í stefnunni hvernig það gerist, hvernig þetta virkar fyrir hvert einstakt félag. Og stefna þarf að vera skýr og innihalda lýsingu á ólíkum þáttum fastra og breytilegra launakjara í hvaða mynd sem þau kunna að vera ákveðin.
Og þetta stefnuna og það fylgir því að setja þessa stefnu að það þarf líka að birta svona launakjara skýrslu sem árleg skýrsla sem að þarf að taka saman með heildstæðu yfirliti launakjör, þar með talið öll kjör í hvaða mynd sem hvað varðar einstaka stjórnendur og í samræmi við starfskjarastefnuna. Félögin munu þurfa að gera grein fyrir þessari skýrslu á hluthafafundi og það þarf að greiða atkvæði skýrsluna, ekki bara stefnuna. Þannig eru hluthafafélagana og þá við öll sem hér erum á fjárfestingarhliðinni eiginlega dregin miklu nær umfjöllun launagreiðslur, rekstur og árangur félagsins, þar sem það á að bera þessa þætti saman í skýrslunum. Og það kemur skýrt fram í inngangsorðum tilskipunarinnar að starfskjarastefna eigi að stuðla að langtímahagsmunum og sjálfbærni félags og ætti ekki að tengja aðalega eða algjörlega við skammtímamarkmið. Þannig að verði árangur til dæmis stjórnenda beinlínis tekinn til mats og það á að nota rekstrarárangur og annar árangur, meðal annars með tilliti til umhverfismála, félagsmála eða félagslegra málefna og stjórnarhátta til greiningar og birta hreinlega niðurstöður sem hægt að kynna sér. Með birtingu þessara skýrsla munu fjárfestar fá mjög miklar upplýsingar og þær verða brotnar niður á einstaka aðila. Markmiðið með að birta launakjör einstakra stjórnenda og gefa launakjaraskýrsluna út að auka gagnsæi og ábyrgð stjórnenda og að gefa hluthöfum betri yfirsýn yfir launakjör. Og þetta talin forsenda fyrir nýtingu á réttindum hluthafa og þátttöku í tengslum við launakjör. En útgáfa svona skýrslu á persónugrunni talin nauðsynleg til þess að gera fjárfestum og hagaðilum kleift að meta launakjör stjórnenda, að hvaða marki þau tengjast árangri félagsins og hvernig launakjarastefnan framkvæmd í reynd. Samkvæmt inngangsorðum tilskipunarinnar yrði þessu markmiðum bara alls ekki náð með því að birta samandregnar eða nafnlausar skýrslur. Það felst sem sagt í þessu að hver launaþáttur og heildarfjárhæð einstakra stjórnenda tekin saman og birt. Þetta gæti orðið býsna áhugavert og örugglega dálítið krefjandi að koma sér inn í það hvernig á að meta og greina og komast að niðurstöðum þessar upplýsingar. Það út af fyrir sig áhugavert að það sé verið að fjölga launakjaraþáttum sem eru birtir og félögin eru skuldbundin til að birta. Og það líka mjög áhugavert að fjárfestarnir eigi að fara að mynda sér skoðun á þessum árangri og greiðslum til einstakra starfsmanna. Það má líka nefna það að það verið að setja þarna sterkari skorður í undantekningum. Núverandi lagaumhverfi gefur bara ansi marga frígráður, þar sem aðeins ákvæði sem taka til hlutabréfaréttinda í gildandi lögum eða leiða af þeim eru skuldbindandi nema annars tilgreint sérstaklega í samþykktum félags sem ég held að sé býsna sjaldgæft. Þetta mun eflaust hafa töluverð áhrif. Þessar breytingar hafa þau áhrif væntanlega að hluthafar þurfa að setja skýrari fókus á starfskjarastefnur og móta sér miklu skýrari sýn á þær og skilgreina áhersluþætti fyrir þá umfjöllun. Ég ímynda mér að þar sem starfskjarastefnur eru skuldbindandi sem meira skuldbindandi heldur en eru vön, að þá geti þetta kallað að félögin taki meira tillit til þess hvernig fjárfestar nálgast einstaka þætti í slíkum stefnum, þar sem að taka þar stefnunar upp í hvert sinn sem að breytinga þörf og samþykkja þær á hluthafafundi. En það kannski auðveldast að benda á það í öllu þessu samhengi að Brussel bara ekki sammála þeim röddum sem að heyra stundum í aðdraganda aðalfunda félaga, að það sé hlutverk hverrar stjórnar eða forstjóra og ekki annarra að ákveða starfskjör og það sé engin í betri stöðu til þess en viðkomandi stjórn. Það einfaldlega verið að draga hluthafana að borðinu þarna. Þriðji þátturinn sem ég langaði að tala í þessari tilskipun eru viðskipti við tengda aðila. Þarna verið að leggja á markaðinn aukna kröfur gagnsæi og félögin þurfa sem sagt að gera grein fyrir því hvað eru þýðingarmikil viðskipti við tengda aðila. Og þetta eru tvö mjög þýðingarmikil hugtök sem koma þarna fram, annars vegar hvað eru þýðingarmikil viðskipti og hvað eru tengdir aðilar.
Tengdir aðilar ekkert sem kemur okkur á óvart í þessari upptalningu sem erum vön að hugsa þá. Þetta bara stjórnarmenn, framkvæmdastjórn og fjölskyldumeðlimir, móður- og systurfélög og aðilar með stjórn af viðkomandi útgefanda. Þessi birting á þessum upplýsingum, hún gerð til þess að tryggja hagsmuni félags og hluthafa. Þetta nefnt stundum minnihlutavernd en það nú kannski ekki alveg eins og við þekkjum minnihlutavernd í lögunum hlutafélög. Nálgunin kannski meira á alla nema tengda aðilann, þannig að það ekki endilega minnihluti sem verið að vernda, en það kannski frekar eftirstæði hlutin sem verið að vernda út frá þá sem tengda aðila. Og félögin þurfa að gera grein fyrir viðskiptunum bara með opinberri birtingu upplýsinga ekki seinna en viðskiptin eiga sér stað og hvaða aðila þá ræðir og hvernig viðskiptunum háttað í heild sinni. Viðskiptin koma síðan til samþykktar á hluthafafundi eða hjá stjórn og þetta stórt atriði sem verður mjög áhugavert að sjá í innleiðingarlögunum. Það hægt að fela hluthöfum ákvörðunarvald slík viðskipti og geta þurft að hafa skoðun á þeim þannig. En það líka hægt að ákveða þetta með innri starfsreglum félagana að fela stjórn þessa yfirferð. Það eru settar mjög mikilvægar undantekningarreglur fram viðskipti innan samstæðu og viðskipti sem stofnað til í sem kallað hefðbundin og venjuleg viðskipti. Og það þarf að setja fram innra matsferli til þess að athuga hvað eru hefðbundin og venjuleg viðskipti til dæmis. Það gildir þá hvert og eitt félag. Seinna atriði sem ég nefndi að væri þýðingarmikið í þessu tilliti hvað eru þýðingarmikil viðskipti. Þetta eiginlega það sem mér finnst mest spennandi að fá að sjá hvernig verður útfært. Það þarf við skilgreiningu á þessu hjá hverju aðildarríki að meta áhrif upplýsinga á fjárhagslegar ákvarðanir hluthafa. Þetta væntanlega einhvers konar mat á líklegri hegðun, eitthvað sem við getum mögulega tengt við innherjaupplýsingar. Það þarf að meta áhætturnar sem viðskiptin skapa fyrir félagið og það þá auðvitað til að vernda minni hlutann eða þennan eftirstæða hluta sem ég nefndi áðan. En svo þarf að setja fram við innleiðinguna hlutlæg viðmið eða hlutföll, eitt eða fleiri, sem gilda það hvað þá þýðingarmikil viðskipti eru. Og þessi hlutföll geta meðal annars lotið að fjárhagsstöðu, tekjum, eignum, fjármögnun eða fjármagnsskipan, eigið fé eða veltu félags og það má líka tengja við eðli og stöðu tengdu aðilana. Þannig að í mínum huga þá þetta eitthvað sem væri hægt að gera næstu í hvað sem úr og væri hægt að finna mjög krefjandi eða auðveldar gildrur við innleiðinguna þessu. En til dæmis ef við horfum bara til Danmerkur þá sjáum við að það sett þar fram tiltölulega þægilegt hlutlæg viðmið og þar eru þýðingarmikil viðskipti sem nema 10% heildareigna félags eða 25% hagnaðar eða taps á síðastliðna birta rekstrarreikningi. Þannig að það tiltölulega þægilegt með það sem getur ímyndið sér að koma út úr þessu en við eiginlega verðum að bíða og sjá hvað kemur út úr því. Það sem eiginlega áhugaverðast við þennan þátt í dýrættíðinu að aðildarríkin þurfa að taka dálítið stórar ákvarðanir. Þau þurfa bara að ákveða hvernig málsmeðferðin á að vera, hvort þetta eru hluthafar eða stjórnir og þau þurfa líka að ákveða hvað eru þýðingarmikil viðskipti. Þegar við fáum að sjá þessi atriði þá held ég að við öll munum hafa áhuga og alveg örugglega hafa skoðanir á þessum þáttum og ég held að maður ætti að taka eitthvað út úr þessu öllu saman þá ættum við að vera vakandi fyrir því þegar þetta frumvarp kemur í samráðsferli og ég held að það sé dálítið mikilvægt að markaðurinn láti skoðanir sínar ljós þarna. Nú. Til að taka þetta allt saman þá held ég að það sé ólíklegt að innleiðin á SRD2 verði algjört tímamótaverk á íslensku hlutabréfamarkaði en það alveg ljóst að það eru þessi þættir í þessari tilskipun sem munu hafa veruleg áhrif á hvernig hluthafar og útgefendur skilgreina ýmsa lykilþætti og hvernig þeir koma þeim til framkvæmdar. Og ég held að verði líka áhugavert að velta því fyrir sér og verði bara mjög fróðlegt að fylgjast með því hvort setning þessara nýju reglna form og efni ákvarðanatöku og þessa miklu upplýsingabirtingu, hvort hún hafi einhver áhrif á samskipti útgefenda og fjárfesta á þessu markaði. Takk.